En við ætlum að byrja þáttinn á fjölmiðlaskýrslunni sem var birt á fimmtudag og hingað til að ræða þetta mál eru mættir þeir Björgvin Guðmundsson, formaður nefndarinnar sem vann skýrsluna og Páll Magnússon, þingmaður og fyrrverandi útvarpsstjóri. Verið velkomnir. Takk fyrir. Byrja aðeins á þér Björgvin að þið í þessari skýrslu þið farið yfir stöðuna hver staða einkarekinna fjölmiðla og fjölmiðlaumhverfið á Íslandi og leggið til svona komið með tillögur til þess að reyna að laga ástandið. Kannski aðeins byrjum bara á ykkar tillögum. Hver eru ykkar svona helstu tillögur í þessari skýrslu? Nú, það sem við skoðum fyrst og fremst var hvort það væri eitthvað íslensku umhverfi, lagaumhverfi sem að væri til þess fallið að gera rekstur fjölmiðla erfiðari og hvað væri þá hægt að gera til þess að bæta stöðu þeirra. Það var svona, fyrsta markmiðið er eitthvað sem að gerir framleiðslu á íslensku dagskrárefni eða fréttaefni dýrari en annars staðar og hvernig er hægt að auka tekjur. Ég held að vandamál íslenskra fjölmiðla sé bara svipað og margra fjölmiðla erlendis. Það er að segja að tekjur hafa ekki vaxið sem skyldi, fólk er tregara til þess að greiða fyrir fréttir, auk þess að hafa verið mikla sviptingar á auglýsingamarkaðnum, þannig að vöxturinn þar hefur ekki runnið með sama hætti til þessara hefðbundnu fjölmiðla eins og kannski búist var við og þá er það með tilkomu Facebook og Google og YouTube og þessara stóru samfélagsmiðla sem hafa haft þar gríðarleg áhrif á hvernig þessi þróun hefur verið. Þið talið allavega, þið nefnið samt sem að vera komið með nokkra tillögur og meðal annars að skoða skattaumhverfi fjölmiðla á Íslandi, stöðu RÚV á auglýsingamarkaði og opna fyrir annars konar auglýsingar sem áður hingað til hafa verið bannaðar eins og auglýsingar, áfengisauglýsingar og tóbaksauglýsingar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þessar tillögur geti lagað þetta umhverfi? Klárlega. Þetta eru þær tillögur sem eins og að heimila áfengis- og tóbaksauglýsingar sem eru löglega neysluvörur á Íslandi eru til þess fallnar að geta aukið þá tekjur fjölmiðlana, að lækka skattbyrði fjölmiðlana, náttúrulega gera það verkum að rekstur þeirra batnar, en aftur á móti þetta kannski svolítið takmarkandi þáttur. Það þarf kannski að hugsa fjölmiðlaumhverfið í mjög víðu samhengi. Við leituðum eftir hugmyndum frá hagsmunaaðilum sem að höfðu skrifa stjórnvöldu bréf og beðið á að bregðast við erfiðu ástandi og þar svona í gegnum gangandi var rauði þráðurinn fyrirferð RÚV á markanum. Ég hef svona vilja leggja áherslu á það að einblína ekki algjörlega á stöðu RÚV á íslensku markaði þrátt fyrir að það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að það svona færir fókusinn frá stöðu einkarekinna fjölmiðla svona almennt. Ég held að áskoranir þar sé miklu víðtækari og meiri heldur en bara staða RÚV ef við horfum bara til staða fjölmiðla erlendis en skiptir vissulega máli og síðan það tillaga sem er svona í mínum huga aðaltillagan sem tillaga A nefndarinnar sem tímabundin endurgreiðsla fyrir framleiðslu á fréttum og fréttatengdu efni. Vegna þess að mesta áskorunin sem við stóðum frammi fyrir var hvernig hægt að styðja við þennan hluta í rekstri fjölmiðla sem á að hafa svona gegna mikilvægi lýðræðislegu hlutverki, það er að segja miðla fréttum og fréttatengdu efni og skoðunum og umfjöllunum menningartengdu efni og náttúrulega hefur líka fyrir með sér að efla íslenskuna. Þetta er svona margþætt hlutverk og það er ekkert augljóst hvernig á að styðja við þennan hluta í rekstri fjölmiðla. Við sjáum það bara núna hvernig umræðan er að þróast. Það er að segja á að til dæmis varðandi virðisaukaskattsumræðuna að þá ákveðnir þingmenn og fleiri aðilar sem hafa áhyggjur af því hvort að ríkið eigi nú að fara að gefa hinum þessu fjölmiðlum afslátt af greiðslu skatta. Það vitnar til Morgunblaðsins að þar séu kvótaeigendur sem eigi miðlinn og síðan eru aðrir sem segja á að fara að styrkja áróðursrit eins og Stundina og svo framvegis. Þannig að leið farið að ræða hvort að ríkið eigi að koma að rekstri ákveðna tegund af fjölmiðla og það þetta sem þetta felur í sig ákveðna hættu alltaf þegar ríkið fer að ívilna einhverju tegund starfsemi, hvort sem fjölmiðlar eða eitthvað annað, að þá fara stjórnmálamenn og þeir sem vilja hafa áhrif á opinbera stefnumótun að tala leiðir og hvaða forsendur eiga að vera fyrir þeirri aðkomu ríkisins. Já. En leið A var svolítið hugsuð þannig að þetta væri hlutlæg aðferð til þess að ríki gæti komið með einhverjum hætti að því að styðja við rekstur
framleiðslu á fréttum og frétttengdu efni, óháð því hvers eðlismiðlinn hvort hann rafrænn eða prentaður eða á ljósvakanum, óháð hvar hann staðsettur og dreifingu og stærð og annað. Þannig að þetta væri einföld aðferð, gegnsæ og hægt að hrindinni tiltölulega fljótt í framkvæmd. Páll, ég ætla að fullyrða hér og nú að það eru fáir á Íslandi sem þekkja íslenska fjölmiðla markað umhverfi jafnvel og þú ert búin að vinna bæði hjá einkareknum miðlum og svo verið útvarpsstjóri. Hvernig horfir þessi skýrsla við þér og hægt að byggja á henni að þínu mati? Já, mér finnst þessi skýrsla vera flesta hluti prýðileg og gefur gott yfirlit yfir stöðu málsins og hvernig þróunin hefur verið á síðustu árum. Tillögurnar finnst mér flestar koma til greina, síst þessi með auglýsingar á áfengi og tóbaki, en það af lýðheilsulegum ástæðum, það eiginlega utan við efnið þessa þáttar. En að öðru leyti finnst mér þessi skýrsla geta skapa góðan grunn, eins og ráðherrann hefur sagt, fyrir vinnu sem þarf að fara af stað og þarf að eiginlega flýta eins og hægt Við sjáum hvernig þróunin hefur verið á allra síðustu árum. Hlutur einkarekinna fjölmiðla hefur versnað mikið. Ég leyfi mér að fullyrða eins og ég gerði í þingræðu málið að staða allra fjölmiðla á Íslandi talsvert verri núna heldur en hún var þegar hún var best. En það sem líka áhyggjuefni, sem Björgvin kom hérna inn á áðan, auðvitað það að hlutfallsleg staða ríkisins á þessu markaði með ríkisútvarpið, hún hefur vaxið mikið. Því að á meðan einkareknu fjölmiðlarnir hafa búið við sífellt verri stöðu, þá hefur ríkið að mörgu leyti aukið sinn hlut og ég alveg viss það að hlutfallslegur sem sagt hlutur ríkisútvarpsins á íslenskum fjölmiðlamarkaði hefur líklega aldrei verið stærri heldur en hann núna og alveg örugglega stærstur af öllum vestrænum ríkjum, það sem á annað borði rekið svokölluð public service fyrirtæki á borðið svona almannaútvarp, að þá hann hvergi eins stór eins og hann á Íslandi. Þannig að RÚV fíllinn í stofunni eins og Óli Björn sagði í þingræðu. Já, ég myndi nú kannski ekki orða það svoleiðis, þetta sé það, en við sjáum þennan ofboðslega sterka hlut, hann nærri því fjórðung af heildarauglýsingamarkaðnum á Íslandi og nærri því helming af ljósvakamarkaðnum. Og svo sjáum við þessa hluti sem hafa verið að gerast. Einkareknir fjölmiðlar hafa verið að týna tölunni. Ein lítil sjónvarpsstöð af 3 eða 4 var núna að bara ganga inn í aðra. Þetta fyrirtæki hérna orðin svona hluti af stóru fjarskiptafyrirtæki. Eignarhaldið hefur í kjölfar þessa rekstrarstaðinn hefur versnað, þá hefur það breyst, þjappast saman. Þannig að það eru margir, það eru mörg merki það og margar vísbendingar í þá átt að núna þarf að grípa til einhverja þeirra aðgerða sem tryggja hér fjölbreytni á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Þá nauðsynlegt og eina af þessum aðgerðum þarf hún að vera að draga úr umsvifum RÚV á þessum markaði? Ég tel það alveg vafalaust hvað auglýsingarnar varða. Þetta óeðlilega stór hluti sem Ríkisútvarpið hefur af heildarauglýsingamarkaði sem fyrir hefðbundna fjölmiðla hefur minnkað. Heildar sem sagt auglýsingamarkaðurinn á Íslandi einhvers staðar 9,5 milljarðar fyrir þessa hefðbundnu fjölmiðla. Þetta sama talan, krónutalan, og hún var fyrir 10 árum Og hlutfallslegu styrkur RÚV inn í þessum 9,5 milljarða potti alltaf að styrkjast. En það kemur fram í þessari skýrslu, þá vísað í dæmi, held ég, frá Frakklandi, mann rétt, þar sem að einmitt þessi leið var farin að draga úr umsvifum ríkisrekinna fjölmiðla á auglýsingamarkaði, en það sýndi sig þar allavega að það skilaði sér ekki til þessara einkareknu fjölmiðla. Nei, það tekið 2 dæmi, það annars vegar frá Frakklandi og hins vegar Spáni. Og á öðrum staðnum var ríkisfjölmiðlunum óheimilt að auglýsa frá klukkan 6 á daginn og fram á nótt og í hinu tilvikinu að þá var bara bannað að auglýsa í ríkismiðlunum. Það sem að, þetta útskýrt í séráliti 2 nefndarmanna sem að voru ósammála að fara þessa leið, að leggja þetta til og þar kemur fram að þetta hafði tímabundnar jákvæð áhrif á einkarekna fjölmiðla en skipti minna máli til lengri tíma litið. Þannig að það að taka ríkismiðil út af auglýsingamarkaði ekki trygginga. Allir þeir fjármunir sem að núna fara í auglýsingakaup á miðlunum renni bara beint til einkarekinna fjölmiðla. Það ekkert gefið með það hvernig þetta ferli verður. En hins vegar alveg ljóst
að ef að þetta verður gert að það mun hafa jákvæð áhrif á einkarekna fjölmiðla þrátt fyrir að öll þessi upphæð renni ekki óskipt til þeirra. En þú minnist á það að nokkrir nefndarmenn hafi skilað séráliti. Það nefnilega, nefndin var ekki samhljóða í öllu í sinni niðurstöðu. Veikir það ekki skýrslunni í heild? Ég held ekki vegna þess að það sýnir bara að það voru mjög líflegar umræður og dýnamísk vinna sem átt sér stað innan nefndarinnar og það bara þannig að það eru skiptar skoðanir þessi mál og það endurspeglast í vinnu þessara nefndar. Þannig að mér fannst það ekki veikja niðurstöðu nefndarinnar að það skiluðu 2 nefndarmenn séráliti hvað þetta varðar, hvað tvær tillögur varðar. Það bara endurspeglar að það ekkit ein rétt leið til þess að fara til þess að bæta þessa rekstrarstöðu. Og það var einmitt það sem mér fannst merkilegt að því það hafði komið ákall frá stjórnendum einkarekinna fjölmiðla að bregðast við og þegar ég fékk tillögurnar í hendur frá 25 fjölmiðlum að mig minnir að talan sé að þá var engin töfralausn fyrir hendi. Auðvitað svo lítill fókus á Ríkisútvarpið og eins og Páll segir að þá umfang Ríkisútvarpsins á íslensku markaði gríðarlega mikið miðað við umfang ríkisrekinna fjölmiðla í öðrum ríkjum. Þannig að það alveg eðlilegt að sjónir manna beinast að ríkismiðlunum en hvað aðrar leiðir varðar þá var engin ein leið sem var frekar nefnd heldur en aðrar og engin ein töfralausn til. Þannig að það er bara skipta skoðanir þetta eins og svo margt annað. En margt af þessu sem kemur fram í skýrslunni, það svo sem verið talað það áður og bæði þetta með auglýsingamarkaðinn sérstaklega myndi maður kannski segja. Svo menntamálaráðherra búin að lýsa því yfir að hún vilji skoða þessar hugmyndir breytingar á skattkerfinu og það leiðin til að fara, Páll, og hægt að vænta að vonast til þess að þetta muni skila einhverjum breytingum eða verður þetta bara sett í nefnd? Nei, ég næstum því viss það að þessi skýrsla verður núna grunnur að raunverulegri vinnu og raunverulegum tillögum sem síðan koma fyrir þingið meðal annars endurskilgreiningu á hlutverki Ríkisútvarpsins að þessu leyti og einhverjar breytingar þar. Ég held að þessar skattalegu tillögur séu góðar. Þetta auðvitað alltaf spurning útfærsluna því að við verðum að gera greinarmun á því, það að segja hvað það sem við viljum að þessi vinna og þessar breytingar skili sér. Ég ekkert endilega viss það því ég rak augun í það, ég man nú ekki orðalagið alveg til að hafa það eftir í skýrslunni, að þá þurfa menn til dæmis að gera greinarmun á því hvort þeir eru að styrkja framleiðslu með þessu, með skattalegum aðgerðum á innlendu efni, innlendu menningarefni, fréttum eins og Björgvin var að tala eða hvort að allt í einu sé hrokkið til og gerðar breytingar til lækkunar á sköttum á þjónustu sem kannski bara vídeóleiga á ljósvakanum. Það að segja að þú pantaðir útlenda bíómynd í gegnum myndlíkiliðinn og þú ert að horfa á einhverja mynd sem þau geta farið á í bíó eða leikt einhvers staðar annars staðar og þá alveg örugglega ekki hugsunin að við séum endilega að búa til eitthvað skattalega hagstæðara umhverfi fyrir þjónustu af þessu tagi sem felur bara í sér pöntun á amerískri bíómynd í gegnum myndlíkil. Þannig að þetta útfærsluatriði en við þurfum umfram alltaf að tryggja það að þær aðgerðir sem gripið verður til beinist fyrst og fremst að þeim þáttum sem okkur þykja mikilvægastir í þessu. Já, en það líka að þú komst aðeins að þessu áðan þarna varðandi áfengisauglýsingar í fjölmiðlum hér á landi. Þetta náttúrulega bannað í dag, menn hafa verið að fara þessar leiðir að auglýsa léttöl með sama logói og sterkaölið selt. Við sjáum þetta að því fjölmiðlaheimurinn hefur breyst svo mikið á undanförnum árum með tilkomu internetsins. Ekki verið að mismuna íslensku fjölmiðlum með því að banna áfengisauglýsingar hér á landi á meðan neytandi sem situr í stofu heima hjá sig, hvort sem það út á landi eða einhvers staðar hér í Reykjavík, hann fer bara á internetu og hann fær auglýsingar á erlendu fjölmiðlum. Það alls staðar verið að auglýsa áfengi, en það má bara ekki á Íslandi. Þannig að íslenski fjölmiðlar, þeir geta ekki fengið tekjur þarna. Þetta ekki svolítið að vera að mismuna fjölmiðli eftir því hvað hann stattur í heim? Jú, það verið að gera það og það reyndar gerum við á alls konar sviðum. Við bönnum ýmislegt hérna sem aðrir leyfa. Þetta beinlínis netið, þú bara farið þetta beint. Já, þú farið þetta beint. Þetta sömu spurningu eða samskonar spurningu þurfum við til dæmis að svara veðmál. Því að þú getur verið að veðja hér á netinu á Íslandi í gegnum erlend fyrirtæki sem hafa af því tekjur. Og þá getum við spurt, eigum við að halda áfram að banna þetta á Íslandi af þeim ástæðum sem við höfum bannað þetta hingað til?
Eða eigum við að segja að úr því að þetta er til í útlöndum og hægt að kaupa þessa þjónustu þar, er þá ekki bara betra að hafa tekjurnar af því hér á Íslandi? Þetta er ákveðin spurning en hérna sem við þurfum að fara í gegnum. Það breytir því ekki út af þessu með áfengið og tóbakið. Þá höfum við ákveðna lýðheilsustefnu í landinu sem meðal annars beinist að því að minnka sýnileikann á þessu og þar fram eftir götunum. Við getum svo endalaust deilt það býtu er þetta neysluvara eins og aðrar. Þetta er jú lögleg vara hér á Íslandi. En þetta er of löng umræða til að fara út í held ég hérna en ég held að þarna séu lýðheilsufræðileg rök sem mæli gegn þessu sem ég hef minnst að kosti tilhneigingu til að styðja að svo konu máli. Þið Björgvin, þú ert ekki sammála þessu mati? Nei, klárlega ekki. Mér finnst einhvern veginn sjálfsagt bara með þessum svipuðu rökum og þú nefnir að til þess að jafna samkynsstöðu íslenskra fjölmiðla gagnvart þeim erlendu að þá sé sjálfsagt að þeir fái skerf af þessari köku og í rauninni er þetta bara leið til þess að auka og að stækka auglýsingamarkaðinn án þess að einhver ríkisútgjöld komi þar til. Já, en sko, því þú varst að tala þessa vídeóleigur á netinu, við erum að tala RÚV sem var stór aðila auglýsingamarkaði. RÚV líka að mörgu leyti að keppa og bjóða fram svipa dagskrárefni eins og einkaaðilar að sinna og nefni til að mynda bara engilsaxneskt efni sem er hægt að nálgast mjög víða, ekki bara í gegnum þær íslensku fyrirtækin sem að bjóða upp á þetta heldur svo Netflix og aðra svona gagnaveitur eða streymisveitur. Er ekki komið tími kannski til að endur skilgreina hlutverk RÚV yfir höfuð til þess að þeir séu ekki einmitt á þessum sviðum þar sem einkaaðilar eru nú þegar fyrir? Jú, ég held að sko ef þið lesið skilgreininguna á hlutverki RÚV eins og hún kemur fyrir á skepnunni í lögunum, þá er hún alveg ofboðslega víðtæk og hún er eiginlega jafn víðtæk og hún var þegar RÚV var eini fjölmiðill og var með einokun hérna. Þannig að sko, það liggur eiginlega í hlutarins eðli að hérna, eins og málin hafa æxlast núna hér á síðustu árum og jafnvel áratugum, þá þarf að endur skilgreina þetta hlutverk. Það þarf að þrengja það að því leyti til að það sé verið að nota skattfé sem útvarpsgjaldið, nefskatturinn óneitanlega til þess að hérna, og með sömu rökum og ég tiltók hérna áðan, að þessu sé beint í þann farveg til að varðveita þá hluti og efla þá hluti sem við viljum gera. Þannig að ég held að það sé óhjákvæmilegt að draga með einhverjum hætti úr afþreyingarpartinum hjá RÚV þó ekki megi kveðja hann alveg. Að þá er alveg óhætt miðað við stöðuna og málin eins og þau hafa artað sig í dag að þrengja heldur hlutverk Ríkisútvarpsins á því sviði. Já, svona kannski eðlilega kannski maður hefði kannski að spyrja að þessu fyrst en svona bara almennt rekstrarumhverfi sem slíkt sem einkareknir fjölmiðlar eru í. Þú nefndir það að það eru búið að vera mikið hagræðingu. Það hafa fjölmiðlar farið á hausinn á undanförnum misserum, nýir orðið til. Mikið af svona veðmiðlum sem hafa sprottið fram, umhverfið er að breytast mjög hratt. Er hægt að segja það að einkareknir fjölmiðlar hér á landi einhver vök að verjast eða hvernig sér þú fyrir þér að þetta muni þróast núna ef til að mynda ekki breytist? Eftir þessa vinnu er ég ekkert tiltölulega bjartsýn. Hins vegar megum ekki gleyma því að margir sem horfa á Ísland og íslenska fjölmiðlamarkað furða sig á því hvað það eru þó margir einkareknir fjölmiðlar hér starfandi og ef að einn fyrir hausinn þá sprettur ykkur annar upp og í rauninni er alveg ódrepandi margir hverjir þrátt fyrir viðvarandi taprekstur þá virðast alltaf einhverjir menn tilbúnir að leggja í púkkið og halda þeim gangandi. Plús það að fjölmiðlar hafa farið kannski aðra leið með því að hafa svona styrktarmannakerfi sem þekkist erlendis frá, það er ekki þetta hefðbundna áskriftarkerfi. En það er alveg ljóst að sko, það verða alltaf einkareknir fjölmiðlar reknir á Íslandi, það mun ekkert breytast. Hins vegar er ég ekkert svakalega bjartsýn á að sá rekstur verði eitthvað auðveldari. Það þarf eitthvað að gerast til þess að fjölmiðlar geti aðlagað sig að breyttri tækni og neysluvenjum almennings, hvernig við nálgumst fréttir. Já. Það er að segja hvernig við getum látið neytendur vera reiðubúin til að borga fyrir framleiðslu á fréttum vegna þess að það kostar að framleiða fréttir. Og ég hef stundum velt fyrir mér, sem eru bara mína vangaveltur, varðandi alla þessa umræðu sko, fake news og rangfærslur sem að flæða yfir
okkur á samfélagsmiðlum að áherslan á faglegan fréttaflutning og fréttavinnslu verður alltaf meira og meiri og fólk fer að meta meira fjölmiðla sem hafa traust og trúverðugleika og eru tilbúnir þá frekar að greiða fyrir aðgang að því efni sem þeir framleiða til þess að tryggja að þeir sé að lesa það sem er satt og rétt. Já. Það bara spurning hvernig tækni mun síðan leysa það að við getum rukkað fyrir þessa notkun og það mun auðvitað svona verða auðveldara og auðveldara, tel ég, en við erum kannski á einhverju millibils ástandi og síðan þetta varðar sko greiðslu fyrir aðgangi að fréttum og síðan er það auglýsingamarkaðurinn og hérna á Íslandi höfum við ekki orðið fyrir eins miklum áhrifum af aðkomu þessara stóru samfélagsmiðla eins og erlendis. Í Danmörku er þetta stórt mál. 70% af öllum netauglýsingum fari gegnum Facebook og Google. Hérna, samkvæmt skýrslu fjölmiðlanefndar 2015 var þetta 3%. Þannig að það er bara örlítið brot af, sem held ég sé vanáætluð tala, en ég meina það er samt lítið brot af því sem að þekkist annars staðar. Já, þannig að tilhneigingin verður þá vantarlega til þess að auglýsingarnir haldi áfram að fara til útlanda. Í rauninni held ég að vöxturinn, og maður finnur að bara í mínu starfi að það er alltaf sífellt fleiri og fleiri sem að fara þessa leið að kaupa auglýsingar beint af þessum stórfyrirtækjum. Þannig og vöxturinn á auglýsingamarkaði á sér stað á vefnum, þannig að það þýðir að minna hlutfall af þessu vexti fer til íslenskra fjölmiðla og þetta er áskorun sem að fjölmiðlar standa frammi fyrir. Þannig að ég er ekkert sérstaklega bjartsýn en fjölmiðlar munu lifa þetta af og þeir munu alltaf vera til en þetta verður áskorun. Ein spurning að lokum til þín, Páll, fake news, það er náttúrulega þessi umræða sem er þennan fréttaflutning sem var til að mynda í aðdraganda forsetakosninganna í Bandaríkjunum. Er ekki einmitt mikil þörf núna fyrir svona þessar íhaldssömu, ég vil kannski ekki kalla það íhaldssömu, heldur þessar rótgrónu fréttastofur og fréttammiðla? Jú, ég held bara þessi hefðbundnu gildi, vestrænu gildi í fréttamennsku sem er að verða dálítið undir í þessari öldu. Vegna þess að hliðvarslan er ekki auðvitað svo sama í því sem samfélagsmiðlarnir er að gera og besta dæmið, sýnikennslan í þessu er auðvitað kosningabaráttan hjá Trump í Bandaríkjunum, hvernig þetta var gert, úthugsað í gegnum þessa samfélagsmiðla. Hliðvarslan, hún kostar pening og hliðvarslan í þessu samhengi er náttúrulega bara þessi ritstjórnarlegu grundvallargildi sem liggja að baki hefðbundinni fréttamennsku á Vesturlöndum. Þetta er að láta undan síga, þetta er áhyggjuefnið og áhyggjuefnið felst í þessu sem Björgvin réttilega kom inn á að það er enginn tilbúin til að borga hliðverðinu. Það er enginn tilbúin til að borga fyrir hliðið og gæsluna. Þetta er orðið ókeypis og þá virðist mönnum í léttu rúmi liggja hvort þetta er rétt eða logið, satt eða ósatt. Þetta er hættan að mönnum hefur ekki reynst mögulegt að tryggja tekjur á móti þeim útgjöldum sem skapast af þessari hliðvörslu. Og þetta er þessi lýðræðislega hætta sem okkur er búin af þessari stöðu eins og hún er í dag. Við verðum að láta þessa umræðu lokið núna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna.